Já, lausnin hérna við lið 6 hérna hægra megin, á þessum stað og ég ætla að finna hérna lið 6 hér að við í rauninni eigum að breyta þessari segulega stýringu í stigarit og ég reyndar, já, það er ákveðin villa inn í þessu hérna, ég þarf að laga það og fólst í því að ég var ekki með réttan útgang hérna á Q3 síðast. Ég ætla að laga það, hérna ég með rétt, set það inn og það þýðir að síðasti útgangurinn heitir Q3. Hann kemur þá hérna svona og ég ætla að reyna að hafa þetta allt á einni síðu nætti svona já, sem sagt að við erum að breyta þessa segulstýringu í stigarit og við sjáum að hér stopprofinn, hann normally closed, hann yrði settur þannig upp og allir þessir rofar sem eru hérna eins og S1, S4, S5 þeir eru allir, og S6 líka, þeir eru allir normally closed. Þegar að þessari segulega stýringu breytt í tengingu við inntölvu, stýringu inn í inntölvu, þá myndum við tengja alla þessa rofa þannig að spennan inn á eins og hérna plus 24 volt færi allstaðar eins og S1 væri tengdur. Eins og S1 hérna fær spennu annars vegar frá spennugjafanum 24 voltum og allir hérna kæmu í röð. S1, síðan kemur S4, S5 og S6. Þeir kæmu bara allir hérna hlið við hlið, allir fá þeir spennu og þeir gefa samband inn á inngang á inntölvu. Og hérna í stigaritinu þá S1, hann að gefa hérna samband inn á inntölvuna og þess vegna megum við hafa inngangsþáttinn hérna bara eins og hér bara venjulegan, ekki með neinni neitun, því að ef við myndum setja neitun hérna, þá myndum við aldrei koma þessu í gang. Þetta fær ekki í gang. Því að þá myndum við snúa merkinu við. Það kemur 1 inn á inntölvuna og neitun hérna myndi snúa því merki í 0. Þannig að þessi lína hérna væri bara með 0. Það ekki myndi gerast. Þannig að við megum ekki setja neitun hér. Hann að gefa sambandið á inntölvuna og þetta skilyrði uppfyllt. Það bara merki, hérna hátt merki, allt í góðu. Og síðan hérna startrófinn S2, hann normally open og hann gefur bara merki þegar við þurfum á því að halda. Það I2, tengist inn á I2 og svo hérna sjálfhertan Q1, kemur þá í staðin fyrir K1 hérna og I4, hann að fá merki, stanslausmerki inn á inntölvuna. Það S4 sem að gefur það og þess vegna megum við heldur ekki setja neitun hér. Heldur við að hafa þetta bara óbreytt hérna. Af því að þetta skilur uppfyllt vegna þess að S4 gefur okkur 24 volta spennu inn á vélina og þessi liður þá með hátt gildi, allt í góðu lagi. En lítum nú á K2. Þar verðum við að vera með neitun. Þetta útgangur í kerfinu, það þessi útgangur hérna, Q2. Og ef hann inni, þá má Q1 ekki koma inn. Þetta allt annað. Kannski hækka þetta aðeins til þess að sjá þetta betur. Að Q2, ef hann kemur inn, þá tekur hann þennan hérna út. Alveg eins og í stigaritinu. Nei, í segulega stýringunni, ef K2 kemur inn, þá rýfur hann hérna með þessari snertu, þannig að K1 getur ekki komið inn. Þannig verður við líka ganga frá þessu hérna inn í stigaritinu. Ef Q2 kemur inn, þá verður við að taka hérna þennan setja þennan hérna á 0, þessi hér 1 og neitunin breytir hann yfir í 0, þannig að
einn kemst ekki lengur inn. Ef það eru útgangar með snertur einhvers staðar inn í stigaritinu, þá verðum við að halda þeirri neitun á snertunum eða þáttunum úr útgangunum. Passið ykkur þessu. Og þannig, þess vegna líka með S5, hann líka ekki með neitun hér, I5, og S6 hérna, I6, hann ekki með neitun. Þannig að nokkrar spurningar varðandi þetta frekar. Bara passa muna eftir því að allir rofar sem að koma inn, sem normally closed, ekki setja neitun á þá í stigarit. Það reglan. Ok. Hinn reglan svo, haldiði neitununum úr útgöngunum. Það sem snerta úr útgangi með neitun, haldiði því. Það hinn reglan. Ok. Þá skulum við fara í stigaritið fyrir síðasta liðin. Það þetta hérna. Og ég ætla að breyta þessu hérna. Svona. Og ég ætla að setja stigaritið svo hérna megin. Ég ætla að, já, það þetta hérna, svona. Og þannig að hér kerfi þar sem að við erum með 2 færiband og við þurfum að hafa hlut hérna við S3 skynjaran til þess að við getum ræst færiband 1 og við þrýstum síðan á S1. Já, horfðu yfir ljósmóður. Alltaf. Já, netið líka eða? Jú, ég sendi þetta inn. Ég að taka þetta upp. Ok? Og hérna, þessi I3, hann verður að vera inni, það verður að vera hlutur hérna við bandið, hérna þessi hlutur, og svo þrýstum við á ræsinappi hérna, S1, þá kemur band 1 inn og ég með innri útgang vegna þess að síðan stoppar hann hérna og ég þarf að setja bandið aftur í gang og ég setja með öðrum innri útgangi í gang aftur og sá heitir M2, band áfram. Og síðan hérna í lokin þá hef ég þessa 2 innri útganga, M1, sem að þegar bandið fer fyrst í gang, band til S4, sem sagt, nándaskynjara S4, þegar hann á að stoppa á meðri leið, að það fyrri innri útgangurinn, hann gefur samband út á ytri útgang, Q1, band 1, sem að gefur samband út á segulrofa og setur bandið í gang. Hinn, innri útgangurinn, það M2, hann hérna, hann gefur líka út á sama ytri útgang. Þetta til þess að við byggjum fyrst upp stýringuna, þannig að við lendum ekki í vandræðum með það til dæmis að nándaskynjarinn I4, hann sé að blokkera eða stoppa bandið. Ef við værum bara með ytri útganginn Q1, þá gætum við lendið í vandræðum, nema við þyrftum að vera með snöggan púls frá einhvern tímalega til þess að leysa það. En þetta líka lausn, að vera með 2 mismunandi innri útganga. Ok, höldum við áfram. Það kemur að I4 hérna að miðjunni til þess að setja R1 inn og það kannski spurningum að aðstækka þetta aðeins hérna til að sjá þetta betur. Sjá þetta betur núna og kemur að S4 og S4, hérna I4, hann setur tímalega í gang, hann setur hitaran í gang, R1, og hann tekur út innri útganginn, reset á M1, þannig að bandið stoppar. M1 gefur ekki lengur samband. Og I4, við þurfum að stóla svolítið á hann að halda straumi á tímalegan. Í öllu venjulegu þá gætum við líka að vera með sérstakann innri útgang til þess að haldast inni og halda straummerki út á trigger fyrir tímalegan, útganginn. Því að hann verður að fá stöðugt merki til þess að halda áfram að telja. Og hann á að telja í 2 mínútur af því að hitarinn R1 á að vera inni í 2 mínútur. En ég læt I4 duga til þess að halda straumi á tímalegan í þessu tilfelli.
annars myndi ég nota innri útgang sem að ég myndi setja á set og til þess að tímaleiðin fengi tryggt merki allan tíman meðan hann að telja. Síðan, þegar að tímaleiðin er búin að telja 2 mínútur, þá gefur hann samband hérna á reset á heitaranum og hann gefur líka samband hérna yfir á næsta innri útgang sem er M2 og hann setur bandið áfram. Þá fer bandið aftur í gang. Sem sagt, hérna M2, það fer aftur í gang. Og band 2, band áfram já, og síðan heldur bandið hluturinn áfram hérna og að S5 og SI5, hann setur næsta band í gang, M2, þannig að hann fer hérna upp hluturinn, en fyrra bandið á að slökkva á sér 5 sekundum síðar, þannig að þegar Q2 kemur inn, sem sagt band 2 kemur inn, þá setjum við það út á tímaleiða. Það er tryggt merki. Það væri ekki sniðugt að setja tengingu frá S5 því að hann kemur svo stutt inn, skiljið. Hann er ekki að halda tímaleiðanum með merki allan tíman. Þetta er mjög algeng villa sem að nemendur gera. Að það er að setja bara stóla eitthvað stutt merki þegar að hlutur að fara framhjá hérna framhjá skynjara. Skynjarinn gefur bara stuttmerki en tímaleiðin þarf langt merki, sett inn tímaleiðin, hann þarf að halda innmerki allan tíman á meðan hann er að telja. Þannig að við myndum bara fá skot inn á tímaleiða og ekkert myndi gerast síðan í framhaldinu, band 1 myndi aldrei stoppa ef við værum með merki frá S5. En ég tek merki frá Q2, þegar bandið fer í gang þá helst það í gangi og heldur straumi út á trigger fyrir tímaleiðan þar til að hann er búinn að telja sig upp í 5 sekundur og þá gefur hann merki hérna og resetar band 1. Sem sagt reset á M2 innri útganginn, tekur út band 1. Og þá hættir útgangurinn Q1 fyrir band 1 að fá merki og þannig að bandið fer út. I6 hérna á hinu, það hérna I6, eða S6 hérna, það er skynjarinn, ég átti eftir að merkja þetta hérna, það er S6 skynjarinn, að hann gefur svo samband út á resetið á Q2, á band 2 á þá að stoppa. Síðan á að vera hægt að stoppa í rauninni hvenær sem er með I2 og því að það fer út á reset á M1, að reset á M2 og reset á Q2. Og þá ef það eru engar spurningar þá ætti ég bara að stoppa upptökuna svo verði ekki allt of löng en þið getið líka spurt mig á eftir, það er allt í lagi.